Gott kvöld og verið velkomin á borgarafund Morgunblaðsins hér á Akureyri. Við ætlum að taka fyrir kosningarna sem eru alveg rétt handa við hornið og við ætlum að ræða hér við, eins og við segja, föngulegan hóp oddvitaframbjóðenda hér í bænum. Eins og við sjáum það eru færri frambjóðendur hér heldur en að er að bjóða sig fram og það einföld skýring á því. Við komum ekki fleiri fyrir sviðinu. Þannig að við þurftum að fara. Já, nei það jafnframt af fenginni reynslu, það einfaldlega hvað við getum miklu komið fyrir og ég veit að þetta svekk fyrir suma og geggjum þar en svona þetta og ég vona að þetta lukkast nú vel því að það nú þröngt bekkurinn hérna í salnum eins og þið sjáuð. Og ég held að það sé rétt átöfa mér að hér í höfuðstað Norrlands sem stærsta plássi sem við höfum haldið borgarafund í að þá hefur aldrei verið jafn svona þröngt setið eins og hér. Við munum spyrja spurninga eða teima fólk inn í tiltekna umræðu en svo verður nú líka leitað hér út í salinn. Það rétt hjá þér, Andrés Magnússon. Það þétt setnari bekkurinn hér heldur hann í Tjörneshreppi þar sem við vorum daginn. Þar var ég bara einn með oddvitanum en hann ræður líka öllu í þeim hreppi. Og það eru margfalt fleiri hér í salnum heldur en búa í þeim hreppi í heild sinni og það áhugavert mál. En svo má bera saman fjárhagssveitarfélaga eftir stærð og lögun og aldri og kannski munum við gera það hér í kvöld. Það gaman að sjá þennan hóp hér og við Andrés viljum reynda meina að á svona sviði þá takmarkist fjöldi frambjóðenda við vaxtarlagið okkur Andrési og eftir sem árunum fjölgar þá fækkar frambjóðendunum sem við getum talað við hver sinn. Og augnablik, síðast þegar ég stóð þessu sviði þá var það fyrir forsetakosningar og þá var Katrín Jakobsdóttir hérna og hún bara var eins og risi á þessu sviði. Já, allavega í samanburði við okkur tvo, dvergana. Það ekki ástæðulausu sem að við Andrés erum oft kallaði dvergarnir 7. Hér eru frábæri frambjóðendur sem að hafa frá mörg að segja, kom úr ólíkum áttum með ólíka reynslu af sveitarstjórnarmálunum. Og mér langar til að nefna nöfn þeirra hér, kannski ekki fyrir ykkur sem að hér eru í salnum því þekki þau að sjálfsögðu öll, en við erum líka með áhorfendur vítt og breytt landið sem að fylgjast með þessari umfjöllun. Og það fyrir B-lista Framsóknarflokks, Sunna Hlín Jóhannesdóttir sem að stendur hér næst mér. Við erum með fyrir S-lista Samfylkingarinnar, Sindra S. Kristjánsson, Jönu Salóme Ingibergar Jósepsdóttur sem fyrir VAF-lista Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs. Svo erum við með Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir D-lista Sjálfstæðisflokks, Óðinn Svan Óðinsson fyrir L-lista Bæjarlista Akureyrar og Hlyn Jóhannsson fyrir M-lista Miðflokksins og við skulum gefa þessu öfluga fólki öllu gott klapp. Við höfum víða farið hinn og þessu sveitarfélög af öllum stærðum og gerðum. En það nú eins og þannig með sveitarfélögin að þetta eru ákaflega svipuð viðfangsefni í stórum sveitarfélögum og litlum. Það svona hið sama sem á Bjátar og verkefninu náttúrulega miklu leyti skilgreint í lögum. En ég ætlaði að byrja hérna á því að óska eftir því að frambjóðnir þeir gerðu stuttlega grein fyrir sér eða öllu heldur fyrir frambóðsinum, fyrir hvað þeir standa og ákveðilegja mesta áherslu og til þess fáðu þið allan tíman í heiminum svo framarlega sem að það innan 1 mínútu. Þannig að Sunna, þú vildi byrja. Bara takk kærlega fyrir boði, gaman að koma hérna. Við erum með mjög reynslumikinn lista og öflugt fólk og sem er góða þekkingu og sérstaklega á fjármálum og þess vegna viljum við leggja sérstaklega áherslu á fjármál og við loks förum að taka alvöru þátt í því að ná vöxtum og verðbólgu niður hér. Við teljum að við þurfum að vaxa og við getum því ekki einblítt bara á aukin útgjöld núna heldur þurfum við að horfa í verðmætasköpun og ná í tækifærin og leggja áherslu á atvinnumál og ekki bara kortir í kosningar. Við viljum leggja sérstaklega áherslu á eldri borgara og málefni barna og húsnæðismál. Við ætlum að hugsa þau alveg upp á nýtt. Sindri, þið ert náttúrulega með einhver alveg gerólík hugsanamál, ekki Þetta eins og þú getur rétt ímyndað ykkur. Takk fyrir að bjóða okkur hérna í kvöld og gaman að vera hérna í þessari menningarstofnun okkar Akureyri Græna hattinum.
En við í Samfylkingunni á Akureyri höfum sett fram 5 forgangsmál fyrir þessar kosningar. Við ætlum okkur að einfalda líf barnafjölskyldna, við ætlum að hlúa að öllum börnum í skólanum okkar, við ætlum að sjá fyrir húsnæði fyrir alla hópa, við viljum tryggja eldri akureyringum örugt og skemmtilegt ævikvöld, en ekki síst viljum við sjá Akureyri blása til sóknar, við viljum horfa til framtíðar og kannski hætta aðeins þessu varnarspili sem okkur finnst Akureyri hafa þurft að spila undanfarin ár. Jana, ætlið þið að spila varnarleik eða sóknarleik? Ég alltaf í sókn. Við í Vinstri grænum leggjum ríka áherslu á náttúruvernd. Við viljum vernda Eyjafjörð fyrir sjókvíaeldi og við viljum tryggja að hér í sveitarfélaginu séu alltaf góð loftgæði, en staðreyndir eru önnur. Við leggjum áherslu auðvitað á jöfnuð og jafnrétti og við viljum tryggja að jaðarsettir hópar í sveitarfélaginu okkar fái þá þjónustu sem þeir þurfa og svo leggjum við ríka áherslu á menningu og listir og að næra grasrótina þar. Berglind. Já, mikið hefur verið rætt svona hérna út í samfélaginu, það sé kannski ekkert mikið sem greinir á milli okkar, en ég tel það ekkert endilega neikvætt, ég held að það sitja bara til marks að sveitarfélagið okkar sé gott, hér sé gott að búa og vera og það sé bara til marks að sveitarfélagið sé bara vel rekið. Við höfum stolt af því að flokkurinn hafi verið í meirihluta síðustu 4 ár og skila bara sterku búi, reksturinn er sterkari en hann var áður og við höfum lækkað skatta á fólk og fyrirtæki og við viljum gera enn betur í þeim efnum. En það sem greinir kannski á er þessi sýn okkar fyrir framtíð Akureyrarbæjar og við í Sjálfstæðisflokknum við viljum vera svolítið stórhuga og við viljum hugsa svolítið lengra. Við viljum að sveitarfélagið sé besta sveitarfélagið til þess að reka fyrirtæki í og laða þannig að fleiri fyrirtæki, meiri tækifæri og þannig að fólk vilji raunverulega vera hér og setja stað og búa til framtíðar. Við þurfum að hugsa að öllum þessum málum sem að kollega mínir hérna koma að, en við teljum þetta svolítið svona lykilmál til að hefja okkur svona á flug. Óðinn, þú hefur kinkað kolli hér mikið, ertu sammála þessu öllu? Ég sammála öllu sem að Berglind sagði og hún mátt bara Nei, takk fyrir að bjóða mér á hana fund, þetta verið draumir hjá mér örugglega í svona 15 ára að fá að stíga á stokk hérna og græna hattinum fyrir fullu húsi. En það sem að við leggjum áherslu á í þessum kosningum og í þessari kosningabaráttu er unga fólkið. Ég er búinn að vera tönglast á því að við séum í baráttu ungt og efnilegt fólk og það hefur aldrei verið eins auðvelt eins og í dag fyrir ungt fólk eins og okkur flest að taka okkur upp, flytja og fara eitthvað annað og við þurfum að taka þeirri baráttu alvarlega og þá þurfum við að hafa okkar innviði sem snúa þessum hóp góða skóla, leikskóla, íþróttafélög, þessi mál. L-listinn hefur verið í meirihluta í 16 ár og gert hluti bara nokkuð vel. Ég held að séu allir sammála það að það er geggjað að búa á Akureyri. Við viljum halda því áfram og höfum sýnt að við getum stýrt þessum bæ vel. Það er stundum talað að menn þurfa að fara að ákveða, ég man ekki hver sagði þetta og þetta er alls ekkert eitthvað vitlaust, en Akureyrarbær þurfa að fara að ákveða hvað hann þarf að verða þegar hann verður. Akureyrarbær er orðin stór og við þurfum bara að stækka enn meira. Takk fyrir mig. Hlynur, hvernig vilt þú stækka bæinn? Hann er nú bara nokkuð stór og flottur finnst mér en við eigum alveg pláss fyrir svona 6-10 manns í viðbót. Við stöndum nú aðalega fyrir ábyrgum og skynsum rekstri hérna á Akureyri sem hefur verið við lýði síðastliðin 4 ár. Og það er grunnforsenda fyrir því að halda út þessu háa þjónustustig sem við erum með hérna á Akureyri. Nú við viljum fara aðra leið en margir, við viljum lækka útsvarið hérna á Akureyri og það er vegna þess að það hefur ekki verið hægt að gera það hingað til en þess að jöfnunarsjóður hefði þá svona minkaði til okkar en nú er búið að breyta þeim reglum og við myndum vilja lækka þetta vegna þess að 20% húsnæðis er í eigu annar en Akureyringa en lækka svo aftur á móti fasteignaskattin á fyrirtæki. Við viljum fara að vernda grænu svæðin, okkur finnst vera komin fínt að þéttingu byggðar hérna og við viljum hægja á okkur þar og skoða aðeins okkar mál í því en þess að þau verða okkur verðmætt eftir því sem bæri stækkar. Og svo held ég að við höfum spilað alveg gríðarlega sókn á þessu kjörtímabili, ég veit ekki hvort að Sindri hafa einhvern veginn að spila bara hreinlega íþróttir þegar hann tala svona. En vegna þess að það hefur aldrei verið framkvæmt svona mikið hér á Akureyri eins og síðastliðin 4 ár. Samfylkingin var í meirihluta á þar síðasta og síðasta kjörtímabili og það gerist ekki neitt. Er þetta enn eitt fundurinn hérna SOM? Við vitum nú ekki hvað það stendur fyrir við Andrés og kannski viljum ekki vita það.
En við viljum fá að kynnast spurningunni eða svörunum öllu heldur við atvinnulífinu, því að við höfum verið að fara landi eins og Andrés hefur sagt, við erum að reyna átt okkur á því hvað byggir upp gott samfélag, bæði á landsbyggðinu og þetta í höfuðborginni líka, og það snýra spurningunum það hvort að fólk hafi atvinnu. Og hér eru fjölbreytt atvinnutækifæri auðvitað, við sjáum að ferðaþjónustan að sækja sér veðrið, en hvar sjáu þið fyrir ykkur að hægt sé að styrkja þessar undirstöður og hvernig getur sveitafélagið sem slíkt komið að því? Ef þá ekki að byrja á manninu sem að sittur hér undir ámæli fyrir það. Ég veit nú ekki hvort þetta kalla ámæli sem maður sittur undir. Línu veit nú mjög vel að ég þau var nú helviti efnilegur bæði í handknattleik og fótbolta. Þannig að það nú ekki lengur það að segja. Sko, það við erum að tala í okkar stefnu og í okkar áherslum í þessa kosningu að Akureyri sæki fram, eins og ég sagði áðan. Við sjáum svolítið í því að það sótt að grunninnviðunum okkar. Flugvöllurinn okkar, hann þarf að hafa mjög mikið fyrir hlutunum, það sótt að honum, það sótt að sjúkrahúsinu líka, sjúkrahúsið hefur þurft að berjast í bökkum og skólarnir okkar, þeir berjast í bökkum. Við teljum að atvinnulífið í bænum, það sé grunnforsenda þess að það séu þessi öflugu innviðir til staðar. En við erum líka að tala það að það þarf að skapa þessi skilyrði fyrir atvinnulífið að dafna og þar hefur bara sveitafélagið mjög ríkur hlutverki gegna. Og þeir geti talað við atvinnurekendur í þessum bæ sem þeir vafa lítið hafi gert og þeir ekkert alltaf mjög ánægðir við samskiptin við Akureyrarbæ. En Sindri, ég tek eftir því að þú nefnir í þessu sambandi 3 fyrirbæri en það eru allt opinberar stofnanir. En við erum að tala um atvinnulífið. Já, en það sem ég að segja sko... Það sem við erum að spurja atvinnulífið. Já. Þannig að við stýrum því. Já. Hvernig ætlað þú að styrkja undirstöður atvinnulífsins á Akureyri? Já. Og ef það eru þessar opinberar stofnanir, hvernig ætlar að láta forystu fólk ríkisstjórnarinn að tryggja það þá? Þú verður að útskýra það fyrir okkur. Ég skal útskýra það fyrir ykkur, en ég var samt komin að nefnilega akkurat punktunum sem ég vildi nefna varðandi atvinnulífið og hvernig við getum stuðlað því sem bæjarfulltrúar sem erum hérna að bjóða okkur fram og hvernig næsta bæjarstjórn getum stuðlað þessu. Og ég lít á sem svo að það séu þessi samskipti við bæinn varðandi lóðamálin, varðandi leyfismálin og við viljum bara setja á fót hreina atvinnulífsstofu innan bæjarkerfisins á Akureyri, þannig að atvinnulífið hafi einn tengipunkt við bæjarkerfið. Það einfaldar hlutina í mjög miklu mæli. En það auki það náttúrulega að fara að taka á fasteignagjöldum fyrirtækja. Þau eru mjög há orðin hérna. Þannig þetta það sem við erum að horfa til. Þannig að þú vilt fá embættismann til þess að tengja við atvinnulífið. Þið ekki vera að hlæja þessu. Þið viljið fá embættismann sem að tengir við atvinnulífið og þá býr til brú milli sveitarfélagsins og atvinnulífs lóðir og annað í þeim dúr. Já, við viljum fækka í raun og veru þeim embættismönnum sem atvinnulífið þarf að ræða við hjá bænum hverju sinni. Af því þetta þannig í dag að þú þarf að stoppa á 2, 3, 4, 5 stöðum í bæjarkerfinu hjá okkur í dag. Við viljum fækka þessu. Við viljum bara búa til einn tengipunkt, þannig að atvinnulífið eigi greiða leið og fái greiða og skjóta þjónustu á bænum. Þannig að fyrirsögnin á morgun verður Samfylkingin vill fækka embættismönnum. Og lækka skatta. Tökum þennan bolta áfram með atvinnulífið. Ef við að fara Berglind, algjörlega. Atvinnulífið sérstaklega. Hvað viljið þið gera í þessum efnum? Við viljum að bærinn sé bara ofboðslega aðlaðandi fyrir ný fyrirtæki til að koma hingað og sitja stað og vera og auðvitað viljum við líka styðja þá betur við þau fyrirtæki sem hér eru. Þau hafa kvartað undan því að eiga ekki tækifæri á því að stækka og þar eru til dæmis spila há fasteignagjöld inni og við þurfum að taka það til greina. Við erum í raunverulegri samkeppni við sveitarfélögin hér í kring. En stundum finnst manni af umræðunni að við séum alltaf í samkeppni bara við suðvesturhornið. En við erum að missa atvinnu út úr bæjarfélaginu sem þýðir að við erum að missa tekjur og það er bara alvarlegt mál. Þannig að við þurfum að gera miklu betur í því að laða að fyrirtæki og halda þeim sem fyrir eru. Og liður í því væri frekar að einfalda stjórnsýsluna og gera hana þá kannski frekar meira rafræna heldur en að hafa ykkur mannesku í því verkefni. Við þurfum að vera miklu djarfari í því að þóra að innleiða gervigreind og vera leiðandi kannski á því sviði til þess einmitt að einfalda leyfisveitingaferli, einfalda ferla og stjórnsýslu. En það er náttúrulega margt sem hægt að gera líka á þinginu til að létta byrðarnar og þar held ég að hagsmunagæslan skiptir gríðarlega miklu máli og rödd okkar þurfi að heyrast út af við. Af því við erum líka, í samkeppni við suðvesturhornið en þar bara gríðarlega mikil tækifæri fyrir okkur til að vera bara miklu sterkari rödd út af við. Eitt sem við höfum víða heyrt út á landi er það að fólk kvartar undan því og það ekkert bundið við eitt flokk frekar en annan að það sé einfallega ekki skilningur í höfuðstannum
Reykjavík, þingi, ríkisstjórn eða hvað menn vilja taka fyrir á því hvernig atvinnulíf og lifnaðarhættur á landsbyggðinni eru þið að finna fyrir þessu hér líka? Já, algjörlega og við sérstaklega vöktum athygli og heldum fundum hækkun á virðisaukaskatt á baðlánin sem snerti bara sérstaklega þetta svæði að því að við erum hérna með skógaböðin sem bara ný afþrengi ferðaþjónustu og skiptir bara gríðarlega miklu máli að það fái þau skilir sem það þarf til að vaxa og dafna og það sé ekki endalaust verið að letja fólk og halda þið niðri með hærri sköttum. Þannig að það er eitt mál sem við þurfum bara að berjast fyrir og raunverulega standa saman, ferðaþjónustan, bæjarfulltrúanir hérna og íbúar gegn svona stefnu sem kemur á sunnan því þeir bara augljóslega gera sér ekki grein fyrir því að ferðaþjónustan hún þarf fyrirsjáanleika. Það er ekki bara hægt að dempa á skattahækkunum með 3 mánaða fyrirvara, það er ekki boðlegt. Jana, þú nefndir sérstaklega sjókvíaeldi sem hefur verið deilt hér við Eyjafjörð og menn velta fyrir sér framtíð þess, ekki bara hér heldur landið allt. Ef að það er ekki, ef að framtíðin er ekki fólkin í því, hvar sér þú framtíðina fólkna í fleiri atvinnutækifærum fyrir Eyfirðinga þá á sviði verkefna sem að búa til verðmæti fyrir samfélagið, útflutningsverðmæti? Ég held að það liggi gríðarlega tækifæri í vetrarferðamennsku hér á svæðinu og þar finnst mér sjókvíaeldi og ferðamennska inn í hreina náttúru Íslands ekki fara saman. Þar getum við bætt í og þar skiptir höfuð máli flugum alþjóðaflugum Akureyrarflugvöll eins bara sterkir innviðir hér á svæðinu að allt sé í góðu lagi. Viltu meira svara við þessari spurningu, Stefán? Eins og þú vill. Nei, en við lákaði kannski bara bæta við því að atvinnulífið er eitt og opinberar stofnanir vissulega annað en við megum ekki gleyma því að hér á Akureyri og það er kannski þróun sem við viljum breyta eða hvað en 40% útsvarstekna í Akureyrarbæ koma frá opinberum störfum. Ein spurningin væri svo hvort að aukið sjókvíaeldi við Eyjafjörð myndi ekki skapa tækifæri til aukins útflutnings í gegnum flugið. Þannig að ef þú vilt fá aukið alþjóðaflug í gegnum Akureyrarflugvöll væri þá ekki einmitt leiðin að búa til vöru sem að menn myndu vilja flytja með flugvélum þar sem í neðri hluti þeirra ásamt farþegunum á efri hlutanum. Jú, það gæti nú alveg gerst en ég kýs frekar að við verndum náttúruna og þess að viðkvæmi náttúru og bleikustofna upp Eyjafjarðará sem við eigum því að þetta getur verið óafturkræf framkvæmt og við sjáum bara alla fréttir frá Noregi hvað varðar sjókvíaeldi að hver úrgangurinn úr svo mengunin og annað þannig að ég held að við ættum nú bara að færa þetta kvíaeldi upp á land og tryggja að þetta sé lokuðum kvíum upp á landi en ekki þar sem eru slysasleppingar, úrgangur og lýs. Já, förum í sjókvíaeldið aftur á eftir Andrés. Það er nú því sérgrein. Óðinn, Svan, atvinnulífið, áfram. Hvar sér þú tækifærin? Það eru fullt af tækifærum á Akureyri. Ég held samt að við mögum ekki gleyma þeim fyrirtækjum sem fyrir eru hérna á Akureyri. Að þau fái að vaxa og dafna. Gott dæmi það er Kjarnafæði Norlenska sem er með starfstöðar hérna út allt í kringum okkur og á Akureyri. Þeir eru að sækja lóð innan bæjarmarkana og ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum jákvætt í það að missa ekki þau fyrirtæki sem fyrir eru. Ég held maður að byrja á því að vökva garðin okkar. Svo er það auðvitað gagnaverin. Það hefur verið gríðarleg uppbygging í gagnaverum hérna á Akureyri núna síðustu ár og stefnir í enn meiri fjárfestingu í gagnaverum og mér skilst bara skipulagsstjóranum að við séum orðin sætasta stelpan á ballinu þegar kemur að þessum gagnaverum og við þurfum bara að nýta þann meðbyr að mínum mati. Þannig að þetta er það sem ég horfi til allavega svona í fljótu bragði. Hlynur, þið Miðflokksmenn gefið ykkur út fyrir að vera miklir talsmenn verðmætasköpunar og atvinnulífs. Hvað sjáðu þið helst? Já, til að byrja á þetta sem að Óðinn er að minnast á gagnaver. Atnorð fékk lóð hérna hjá okkur án auglýsingar og það er til þess einmitt að rýmka til fyrir fyrirtækjum sem vilja koma hingað og við erum búin að veita held ég 3 lóðir í viðbót síðan þetta var gert og þetta er með miklum vilja einmitt annara fyrirtækja hér á Akureyri þau hafa gríðarlega atvinnu af því að vinna fyrir Atnorð og þetta eflir svæðið alveg svakalega að fá svona fyrirtæki inn á markaðinn að því að þið eru eitthvað á móti þessum opinberu stofnunum að við sem að nefna þær en þið gerir ykkur kannski ekki grein fyrir því að
þegar við erum að tala við þessi fyrirtæki sem að eru sérstaklega erlendis frá og eru að reka eitthvað hérna á Akureyri, þá tala þau alltaf flugvöllin. Það sé svo ofboðslega mikilvægt að hafa beint flug hérna utan beint til Akureyrar. Og þetta bara eitthvað sem að hefur auki lífsgæði alveg gríðalega hér á Akureyri og ég held að muni enginn fatta hvað lífsgæði hefur aukist mikil hérna fyrir við missum þetta flug hjá EasyJet til dæmis, ef að það myndi nú gerast. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Herragarðurinn klæðir þig vel. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Við erum ekki á móti þessu, svo að það setja ekki fram. Þú getur ekki ímyndaði hversu eigin Andrés var þegar hann lenti á vellinum hér áðan. Hann er svo flughrættur að hann heldur að muni aldrei lenda. Koma frá Bretlandi eða? Ekki trú orðið því sem maður segir. Andrés kemur alltaf frá Bretlandi, þið sjáu það á honum. En sko varðandi, leif mér, eitt augnablik. Sko varðandi útlandatengingarnar, eitt af þeim málum sem að hefur sprottið upp núna að undanförnu og sumir segja það að við trublað sveitarstjórnarkosningar í landinu svolítið. Það að Evrópumálið hefur einhvern veginn blossað upp. Ef þið viljið þá getið alveg gefið eitthvað út á það hvort að ykkur finnist það hérna hafa trublað eitthvað kosningabaráttu eða hvað. En annað sem að ég vildi nú kannski frekar toga út úr ykkur það að nú liggur það fyrir sem sé að það verður sennilegast kosið í haust hvort að það hefja aðildar mögulega, í sumar hvort að það hefja aðildar verið að Evrópusambandið á ný. Utanríkisráðherra segir okkur að það muni taka sig í mestalagi 1,5 ár að ganga frá aðildarsamningi og síðan þið kosið hann. Þannig að það gæti bara vel gerst fyrir ykkur að þið bara, það nýtt umhverfi blasi við. Sveitarstjórnarstigið vissulega ekki undir Evrópusambandinu en það hefur bara veruleg áhrif á framkvæmdina og fjármögnun og annað slíkt. Hafið þið undirbúið ykkur eitthvað undir það? Hafið þið eitthvað að segja kjósnum það hvernig þið viljið bregðast við og stiga inn í það mál? Þú vildi byrja aftur? Ég get alveg byrjað, sko, þetta er ekki trublað okkur neitt. Þetta ég spett út og ég hef einlega yngar áhyggjur af þessu en þetta verður kolfellt. Þannig að þetta trublaði mig bara akkurat ekkert, Andrés. Hvernig ætlar að kjósa? Hvernig ætlar ég að kjósa? Gegn þessu að sjálfsögðu. Nei, ég segi eins og Hlynur, ég hef alveg sofið allavega út af þessu, en auðvitað, það er einhverjum að tala um að þessi minni áhuga á kosningunum, takk, minni áhuga á þessum sveitarstjórnarkosningum heldur en áður. Þetta er mínar fyrstu sveitarstjórnarkosningar sem frambjóðandi og mér líður eins og allir sé að tala um þetta. Svo fer ég eitthvað annað og ég bara segja vinum mínum að þetta sé núna í maí, sko. Þannig að mögulega hefur þetta einhver áhrif og hvað varðar þessar breytingar og hvort þetta muni hafa áhrif á okkur kjörna fulltrúa á kjörtímabilinu, mér finnst það ólíklegt og hef ekkert leitt hugan að því, sko. En hvernig ætlar að kjósa í lok ágúst? Ég er ekki búin að ákveða það, sko. Jú. Nei. Þú eru ákveðið fyrir lok þess að... Ég get sagt það að ef það er kosið hvort þetta gangi í Evrópusambandið í ágúst, þá myndi ég segja nei eins og staðan er núna. En þessar kosningar í ágúst... Kíkja í pakkan. Nei, ég sagði það ekki. Ég er ekki, ég sef á lifur þessu, það er eina, ég hef ekkert áhyggjur af þessu. Men kíkja í pakkan og jólunum. Við erum að pakka ofta ári, sko. Hvað séru Berglind, eru alltaf jólunum hjá þér eða? Aldeilis, sérstaklega það kemur þessu máli, af því að bara brennheit finnst þetta mál bara algjörlega galið. Ég sé bara ekki hvernig hagsmunum Íslands er best borgið inn í einhverju samkomulagi eða sambandi þar sem að það er bara hnignun. Við erum sko efst á öllum mælikvörðum, næstu því langflestu mælikvörðum lífsgæði. Þannig af hverju ætti Ísland raunverulega að vilja ganga í Evrópusambandið? Ég skil það ekki. Við erum líka efst á mælikvörðunum varðandi vexti. Já, og það er ekki að fara að lagast við það gangi í Evrópusambandið. Þú veist það alveg.
Nei, ég veit ekkert um það, ég veit ekki neitt. Ætlar þú að kíkja í pakkan? Ég gerir bara það sem að mér er sagt. Ég vil bara loka sem pakka og ég segi bara nei. Ég mun segja nei í haust, hvort sem að það verði í ágúst eða október eða hvenær sem þið ætla að halda þessar atkvæðagreiðslu. Það er alltaf að loksins komið í ljós að spurningin sem að ríkisstjórnin ætla að leggja fram er bara villandi og röng og það á að laga það. Það er bara gott að menn viðurkenna það. En allavega við þeirri spurningu sem verður lögð fram mun ég segja nei. Það eru sumir heitari hér í salnum fyrir þessum aðrir. Jana, hver er staða Vinstri grænna í þessum málum? Já, það er yfirlist stefna Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs að standa utan Evrópusambandsins, en ég trúi hins vegar á lýðræði og finnst eðlilegt að þjóðin fá að kjósa þessar aðildarviðræður. Vinstri grænir voru á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið 2009. Já. Svo mynduðu þeir meirihluta í ríkisstjórn og voru þá til í að fara í viðræðurnar og reyna að klára dæmið. Er þetta breytt afstæða frá því sem var þá? Nei, það yfirlist stefna hreyfingarinnar hefur alla tíð verið svo að standa utan Evrópusambandsins. En þið væru til í að kíkja í pakkan? Nei. Það er þá breytt afstæða með 2009? Þetta var farið í þetta 2009 ríkisstjórnarsamstarfi rétt eftir hrun. Ég held að þú þekkir söguna betur en ég þegar þú ert aðeins eldri. Aðeins. Það er nú ekkert á við hann Andrés. Hvernig var þetta með gamla sáttmála? Nei, þetta er áferðamál. Þú ert á móti, niðurstaðan hjá þér er sérst svo í loka ágúst að halda þessum viðræðum ekki áfram. Já. Hátt og snjallt. Sko, ég ætla frekar að segja við spurningunni, þá tekið Ögmundur Jónasson á þetta. Ég segi nei. Ok. Veitu við hvaða spurningu? Við spurningunni í ágúst, sko. Ég segi svo Stella í Orlofi, hver á þennan bústað, já eða nei? Sindri, getur þú skipt gír hérna? Þú kemur nú vel á vondan verandi eini fulltrúi ríkisstjórnarflokkana á þessu sviði. En ég, sko, að því þið spurðuð hvernig þetta er búið að koma inn í kosningarnar, hvernig þetta er búið, hvort þetta sé búið að tala inn í þessar sveitarstjórnarkosningar, hvort þetta sé eitthvað að trufla. Ég hef ekki orðið var við það. Ég er líka að reyna að gefa mig út fyrir að vera mjög framsýnn maður í málefni sveitarfélagsins og málefni Akureyrar og reyna að horfa til framtíðar. Ég ætla bara að viðurkenna fyrir ykkur að málefni ESB viðræðna hafa bara ekkert komist á mína persónulegu dagskrá undanfarna daga og vikur. En hún er komin núna. Ég þakka ykkur fyrir það. En hún er komin núna. Við viljum heyra, myndu fylgja flokkslínunni í lok ágúst eða myndu brjóta blað? Hvað var það sem sagt hvernig ég mun kjósa? Já, það er hérna, sko, í mínum huga snýst þetta bara að fólk hafi val að leyfa þjóðin að kjósa. Það er bara svona mín afstæða til málsins eins og félagar mínu hafa farið yfir hérna. Þið byrjuðu, fólk hefur haft leyfi til þess að kjósa hérna bara þjóðin. Nei, Andrés, við ekki miskilja mig, sko, það sem ég á við bara varðandi sko afstöðuna til þess að við séum að fara í þetta núna. Ég mun segja bara, ég mun kjósa með því að fara í, að hefja þessa viðræður áfram. Af hverju sagður það ekki strax? Þegar ég er búin að fá að tala svo lítið. Við getum verið komin heim fyrir kortið. Það hefur verið að nýta tíman, þannig þetta er svarið mitt. Jæja. Svona. Erst þú búin að fá að tala lítið? Ég fekk ekki spurninga á þann einu sinni. Já, herðu, ég ætla að biðja afsökunar á því. Ég ætla nefnilega að ég hljóp óvart yfir þig í atvinnumálunum. En ég ætla að gefa þér auka spurningu um það, en skulum fyrst nefna þetta með Evrópu. Já, það er Framsókn hefur svo sem ekki sett sig upp á móti þessari atkvæðagreiðslu en ég mun segja nei í ágúst. Það var ekki flókið. En heldurðu að þetta sé eitthvað sem að þurfi að ræða í þessari kosningabaráttu frekar út af þessi sem ég nefndi að ef allt gengur á óskum hjá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra þá bara mun nýr veruleiki blasa við á miðju kjörtímabili. Já, við erum náttúrulega matvæla hér að hér, þannig að þetta getur haft bara gríðarlega áhrif hérna. Við erum að þjónusta landbúnaðarsvæði hér, sérstaklega, og náttúrulega mikill sjávarútvegur hérna líka, þannig að auðvitað þurfum við að pæla í því. Og við náttúrulega rekum okkur á útvarstekjum einstaklingar sem vinna hjá þessum fyrirtækjum, þannig að auðvitað mun þetta hafa einhver áhrif. Ég ætla ekki að segja nú og hér hvort að veri jákvæð eða neikvæð og hjá hverjum þá. En varandi atvinnumálin, má ég koma að þeim? Endilega. Sko, við höfum í Framsókn bara átt gott samtal við marga í atvinnulífinu á þessu kjörtímabili
og við finnum fyrir vilja til þess að við tökum pínu höndum saman. Við höfum greiðlega mörg tækifæri hérna á svæðinu, við erum með fjölbreytt fyrirtæki í iðnaði, við erum með hugbúnaðarfyrirtæki, við erum með rannsóknar samfélag á borgum, við erum með háskóla, verkmenntaskóla, menntaskóla, þannig við erum með allt hérna, en við þurfum bara að taka höndum saman og sækja tækifærin. Það virðist vera að landsbyggðin sem pínu að gleymast núna, þannig að við þurfum að sækja tækifærin og sinna hagsmunagæslu með fyrirtækjunum. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera þetta millistykki. Svo við tölum þvert yfir samfélagið íslenska, þá eitt af stóru málunum í spurningunni sem að margir velta fyrir sig á sveitarfélögunum, það eru orkumálin. Þetta rafmagn, heitt vatn og kalt vatn. Þetta eru hluti sem við tökum oft sem sjálfsögðum en eru það sjálfsögðu ekki. Og þar hafa verið teknar veigamiklar ákvarðanir allt frá 1969 þegar við fengum álverið í Straumsvík með þeim framkvæmdum sem því fylgdi og fleiri framkvæmdir vítt og breytt landið. Norðurorka spilar þar stóra rullu og það fyrirtæki sem að langstæðstum hluta í eigu ykkar Akureyringa. En þegar við förum og ræðum við sveitarfélög sem hafa aðkoma að Norðurorku, hafa hagsmuni af þeim aðgerðum sem þar eru teknar, eða ákvarðanir sem eru teknar aðgerðir þar, þá hriktir svolítið í, menn ekki alveg sáttir við það hvernig haldið verið á málum. Akureyrarbær hefur rétt af rekstur sinni eða reikninga í gegnum árin með því að taka mikinn arð út úr félaginu og menn vilja sjá Norðurorku taka öðruvísi ákvarðanir. Það hafa verið gerð mistök í borunamálum og öðru slíku. Og mér langar til að spyrja hvernig sér meirihluti sem að myndast hér eftir kosningar fyrir sér að þessu fyrirtæki yrði stýrt og ég sé að menn eru tvístingandi eða glotta við tönn og sérstaklega Hlynur Jóhannsson, ég vil fá hann til að bregðast við þessu. Strax. Það hitti nú vel á vandan það sem ég stjórnarformaður Norðurorku. Ertu að meina þetta? Já, þannig að þú ert komin að búa stast. Það vissum við ekkert. Já, neina. Sko, ég ætla nú að byrja á því að leiðrétta að það hafi gerð einhver rosa mistök við þessa borhulur. Hún bara gaf ekki þessi hóla inn á Ólafsfirði og það kemur alveg fyrir þrátt fyrir mikla rannsóknir. Hvað kostaði hún? Hún kostaði tæpar 500 milljónir. Aftur á móti hin hólan sem við borum að hún lofar mjög góðu og mun kom okkur svona inn í næstu ár allavega. En þetta með að önnur sveitafélög séu óánægð með eitthvað hjá Norðurorku, ég hef nú ekki heyrt þetta, en auðvitað eru einhverjir sem vilja fá eitthvað sérstakt sem við getum ekki orðið við. Sko. Þú hefur auðvitað orðið var við þetta, það er ekki satt vegna þess að Eyjafjarðarsveit hefur til dæmis komið í veg fyrir það að þið getuð greitt út þann arð sem að þið vildu gera og þið að lokum samþykktu það. Er það ekki rétt hjá mér? Já, það er 3 ár síðan held ég að við hættum að greiða út arð. Það var vegna óánægju Eyjafjarðarsveit. Ja, það var nú bara þannig að Eyjafjarðarsveit ætlaði að neita að skrifa upp á það að við getum tekið lán, eins og þú sagði. Það er óánægjan sem ég var að vísa í sem að þú sagðist ekki kannast við. Já, en þetta er 3 ár síðan, Stefán. Ég er 43 ára, sko. Ég er að hugsa í lengri tíma heldur en 3 árum með 1 kjörtíma. Sko. En sko, þetta kom til út af því að þau vildu fá einhverja ákveðna leiðslu þarna sem að var bara ekki hægt að veita og við getum ekki gert eitthvað sérstakt fyrir ákveðna aðila, einhverja bændur, einhver sérstök verkefni og það er mjög óheld að eitthvað eitt sveitafélag sem á 0,12% í Norðurorku geti staðið í vegi fyrir því að við tökum lán og eina sem það var bara brugðist við þannig að þeim var bara búið það að við myndum kaupa út og þá voru við fljótir að skrifa undir. Einhverjir aðrir sem að leggja orðið í belgum orkumálun? Eru fleiri stjórnarmenn í Norðurorku hér við borðið? Nei, alls ekki, já. Þú, ég, ok, nei. Frábært, sammála. Já, Norðurorka er bara ofboðslega mikilvægt fyrirtæki hérna á svæðinu og maður heyrir ýmislegt þegar maður tala við verktaka, það eru svona núningur við stjórnsýsluna og núningur kannski við stjórnina, þetta má vel vera að þetta sé eitthvað raunveruleiki sem við þurfum þá að bregðast við, en hins vegar þá var sett ný eigendastefna og sem fjarlægir svolítið pólitíkina úr stjórninni, þannig að hún á að vera meira faglega skipuð. Þannig ég vona að við sjáum þá einhvern afrakstur af þeirri fjarlægð frá pólitíkinni, að það komi þar inn einhverjir fagaðalar sem að þá geti sinnt þessum málum sem að núningur einhver virðist vera og leiðrétta það.
Þannig að þetta bara svo stórt fyrirtæki hér sem skiptir svo miklu máli, en ég hef heyrt gagnrýni á að stjórnsýslan sé orðin bara risastór þarna inni og færri á gólfinu og það kannski eitthvað sem að þarf að taka upp. Ja, flokksfélagið þínir Berglind í Reykjavík hafa gagnrýnt það hvernig menn hafa farið með Orkuveitu Reykjavíkur. Og flokksfélagið þínir í öðrum sveitarfélögum, Kópavogi og víðar hafa gagnrýnt það hvernig menn hafa verið að taka arð út úr Orkuveitu Reykjavíkur og segja að þetta sé skattur á hinn sveitarfélögin. Nú hefur Akureyrarbær verið að taka 200-300 milljónir gjarnan í arð út úr Norðurorku. Samkvæmt honum ekki síðustu 3 árin. Nei, en það hefur verið þannig og það var stöðvað vegna óánægju sem að menn vilja reyndar ekki kannast við, en var þó til staðar og skjálfest. Hvað finnst þér það? Ekki eðlilegt að reka orkufyrirtæki sem einokunaraðili á sínu sviði með þeim hætti að þeir sem að noti þjónustuna, noti heita vatni, kalda vatnið eða rafmagnið eftir atvikum, að þeir greiði raunvirði fyrir það en ekki að einn aðili, í þessu tilviki Akureyrarbær, sé að pumpa út úr rekstrinum peninga til að rétta af reksturinn á einhverjum öðrum sviðum, það að segja alhlutanum. Ég meina ef það væri raunverulega staðan þá væri það óeðlilegt, það mínum að þetta já. Það bara ekki staðan. Má ég aðeins grípa inn í þetta, Stefán? Sko, við höfum ekki greitt út arð núna í 3 ár og það hefur verið mikil pressa á að fá greittan út arð frá bænum. En það einu sinni þannig þegar þú situr í stjórn Norðurorku þá verður að slíta þig frá öllum tengslum við bæinn og hugsun Norðurorku. Ef að við myndum greið út af þennan arð sem að bærin hefur verið að fara fram á, þá þurfum við að taka lán. Það alveg ljóst. Og við tökum ekki lán í þessu vaxtaumhverfi sem til að greið út arð. Það alveg galið. Og menn segja að við sem að hagna svo mikið, hagnaður Norðurorku liggur allur í leiðslum. Hann ekki inn á bankabók. Þannig að við getum ekki greitt út eitthvað sem liggur í jörðinni. Spurning mín laut bara þessu og það þarf ekkert að fyrast við það. Spurningin bara hvað munu kjörnir fulltrúar gera í þessum aðstæðum. Munu bæjarfulltrúar á Akureyri kalla eftir því að fá peninga út úr Norðurorku þegar að því kemur að reyna rétt af rekstur bæris eða hvað það er. Og það það sem við erum að kalla eftir. Við erum ekki að spyrja því sem stjórnarformann Norðurorku, sem bæjarfulltrúa á Akureyri. Ég efast ekki það að bæjarfulltrúa munu kalla eftir arði. En stjórn Norðurorku... En mun þú gera það sem bæjarfulltrúi? Ég mun ekki gera það, en ég þekki það, hvernig ég að reka Norðurorku. Berglind ætlar ekki að gera það. Þá bara rétt að við göngum á hópinn með þetta. Við viljum fá þetta skjálfest hér. Óðinn, mun þú ganga eftir því að fá arð út úr Norðurorku? Með það að við eigum 98% eða 99,1%, þá finnst mér það bara eðlilegt að við getum tekið út arð út úr þessu fyrirtæki. Þetta okkar fyrirtæki að mestu leyti. Já, hvað er gaman að fá ágreining hérna upp á sviðið, Andrés? Svona viljum við hafa þetta. Hvað viltu fá mikinn arð? Ég segja svona milljarð. 2. Höfum það 2. En ég meina aldrei, einhvern veginn bara aldrei að taka út arð. Það verður bara skoðast bara rétt eins og Hlynur segir í því samhengi í hvaða umhverfi við erum í, hvernig efnahagsástandið Ef það meikar ekkert sens eins og hann segir að fara að taka lán til þess að greiða út arð. Það ekki pólitík sem ég ætla að standa fyrir. En sem sjálfstæðismaður viltu ekki bara skila þessu til fólksins í land, af hverju þetta að pumpa þetta úr vösum fólksins? Það ekki bara nákvæmlega sama, ekki fyrirtæki í eigu fólksins? Ég bara sé ekki hvernig það öðruvísi. Sveitasjóðurinn eða fyrirtæki? Ekki alls. Í eigu sveitasjóðsins? Nei, þetta fyrirtæki að þjónusta fólk víðar heldur en innan Eyjafjarðar. Algjörlega, og það fólk hérna sem skiptir okkur líka máli. Stefán, mér sýnist að fólk sem skiptir máli hérna í minnihlutanum sé mögulega annarra skoðunar, Sindri? Nei, ég ætla kannski ekki endilega að vera annarra skoðunar, en það sem ég kannski langar að koma inn á líka er það að við í þessa aðdraganda með þessum kostningum, þá höfum við kjörnir fulltrúar verið og okkur var boðið heimsókn til Norðurorku nýverið og kannski Hlynur hluta til að þakka fyrir það góða boð, formanni stjórnar, og fengum þar mjög góða yfirferð yfir það hvernig statt hjá fyrirtækinu og sérstaklega varðandi veitustarfsemina og hitaveituna. Og við stöndum bara frammi fyrir miklum áskorunum í þessu samfélagi hérna þegar kemur að öflun og heitu vatni og ég sé hreinlega ekki fyrir mér að forgangurinn geti verið þannig næstu árin að hann sé á arðgreiðslur. Ég held að fyrirtæki þurfa að fjárfesta, það þurfa að fjárfesta í sínum innviðum, það þurfa að fjárfesta í rannsóknum til þess að heitt vatn sé tryggt á svæðinu til þess að við getum vaxið svo að atvinnulífið fáist súrefni sem það þarf og svo framvegis. Þannig að þetta mitt svar við því. Ég sé ekki fram á að það sé bara svigrúm til afgreiðslna næstu árin. Jana? Já, get tekið undir með Sindra og kannski til að bæta við það, þá stöndum við líka frammi fyrir því á næstu árum að þurfa að fara í mjög dýrar framkvæmdir í fráveitu málum, bara til að standast EES-reglugerðir. Þannig að það eru dýrar framkvæmdir framundan og
Þannig að ég get ekki séð að það sé réttlætanlegt að taka arð út úr fyrirtækinu. Hins vegar myndi ég ætla að sem fyrirtæki í eigu sveitarfélagana að þá hefðu við þurft að taka ábyrgð á gjaldskrárhækkunum á sínum tíma í tengslum við kjarasamninga. Því að gjaldskráin hjá Norðurorku hefur hækkað töluvert meira og ég skil ástæðunar þar að baki en inn í kjarasamningsumræðuna og meðan að við sjáum fram á kjarasamningar eru lausu lofti að þá hefðu við þurft að hugsa það aðeins betur. Hvernig þá? Að fara ekki jafn skarpar hækkanir, prósentuhækkanir eins og var gert á gjaldskráni í rafveitu og hitaveitu, þráitu. Það var allavega hækkað einhverju 11%. Sunna, hvað þykir framsóknarmönnum við þetta? Já, framsóknarmönnum, já. Það hafa verið miklar gjaldskráhækkanir á Norðurorku síðustu árum og það bara úr vasa ykkar hérna og meðan það þannig þá finnst mér bara ekki sanngjarnt að við séum að taka arð út úr fyrirtækinu til að eyða í mögulega einhvern ekki, mér langar ekki að segja óþarfa en skiljið hvað við þá. En þegar reksturinn verður orðin betri þá kemur það alveg til greina en ég held að verði ekki næstu árum. Mér fannst að ganga svo ljómandi vel að draga fram ágreining hérna áðan. Sko, Janna úttalaði sig aðeins sjókvíarnar hérna áðan. Hvar standa hinni flokkarnir í þeim efnum? Svona, þú vildir ríða á aðeins? Já, ég skal byrja. Í fyrsta lagi þá höfum við reyndar ekki tekið upplýsta umræðu þetta inn í bæjarstjórn eða bæjaráði en mér finnst þetta pínu óafturkræf aðgerð að fara í það að því við vitum ekki hvernig þessi grein mun þróast á næstu árum. Sjókvíar eru mjög afturkræft fyrirbæri, það er að draga þær bara út fjörðin og heim til Noreg. Ég að segja sko friðunin er Já, allt er góð, ég miskildi, ég kom úr hinni áttinni. Já, ég er hinni áttinni, sko, já. Hann er að sunnan. Já. Okkur finnst það pínu óafturkræft að fara í þá aðgerð og mér skilst, við höfum nú áttu samræður hérna við ráðherra atvinnumála sem segir að þetta sé að burðarþoli sé ekki á dagskrá hér, það sé ekki verið að nýta þau tonn sem eru leyfi fyrir nú þegar, þannig að ég ætla bara að treysta því og á meðan vil ég ekki fara í þessa friðun en það verður mjög óábyrgt að leyfa sjókvíaeldi í dag en vil ekki útiloka það í framtíðinu með betri tækni. Af hverju væri það óábyrgt? Af hverju væri óábyrgt að leyfa það í dag? Að því að fyrsta lagi þá vitum við ekki áhrifin nákvæmlega á þær veiðiár sem eru hér í kring og það er bara svo mikil andstaða meðal íbúa, þannig að við værum að fara gegn vilja íbúa. Sindri, hver er ykkar afstaða til þessara atvinnugreina sem er að vaksa mjög hratt á öðrum stöðum í landinu? Ég ætla bara að grípa nákvæmlega orðið sem þar sem Sunna slefti og það er þetta með nærsamfélagið og íbúana. Og við heyrum alveg mjög sterkt ákall og eftir því að þessi friðun verði sett á hérna í samfélaginu af þessum ástæðum sem Sunna nefndi. Ég er hins vegar ekki endilega sammála því að það að útiloka heila atvinnugrein á stóru landsvæði með lögum frá Alþingi sé rétta leiðin til þess. Ég held eins og Sunna sagði, ég held að það sé til að gera óafturkræf aðgerð og við vitum bara, höfum séð bara hvernig sjókvíaeldi, hvernig lagareldi hefur þróast yfir tíman og þetta eru mjög hraðar tækniframfarir í þessari grein. Það sem við viljum hreinlega sjá er það að sveitarfélögin hérna í kring nýti sér það tól sem þau hafa í höndum sem er strandsvæðaskipulag. Strandsvæðaskipulag er eitthvað sem sveitarfélögin geta beitt sjálf og geta hreinlega ákveðið hvort að sjókvíaeldi fari fram innan sína marka eða á sínu svæði eða ekki. Og ég vil bara fara að sjá sveitarfélögin hérna á svæðinu henda sér í þessa vinnu, samtalið og klára þetta svo. Þannig að við ákveðum þetta hérna í firðinum og þurfum ekki að fá okkur boð á þinginu. Jana, þú ert stikkfrí? Nei, hún er nefnilega ekki stikkfrí. Nei, já, þú hélst það, eins og hún. Ef að vísindamönnum tekst að búa til geldlax hér við strendur sem að getur ekki fjölga sér í ánum, myndirðu verða opnari fyrir því að laxeldi í sjó yrði stundað hér við strendur Íslands, hvort sem það er í Eyjafirði, við Ísafjarðardjúp eða úti fyrir ströndum Austfjarða, ef að það veri tryggt að þessi fiskur gæti ekki haft þau áhrif sem menn vilja meina að hann hafi í laxveiðám í dag?
Sko ég ætla að byrja á því að segja að það er svo hressandi að vera ósammála Sindra að þeir veru mjög oft sammála. En nei, það breytir ekki afstöðu minni af því að úrgangurinn er svo svakalega mikill úr þessari atvinnugrein inn í vistkerfi sjávar. Mælingarnar bæði í Patreksfirði og Ísafjarðardjúpi sýna að úrgangurinn er enginn þegar að kvíarnar eru teknar upp og svæðin hvíld. Já, ok, það er merkilegt að það sé svo. En ég hef séð annars konar tölur varðandi úrgang sem að kemur úr þessum sjókvíum. Hvaðan koma þær mælingar? Ég held að við ættum bara einblína á það að setja þetta upp á land og sleppa því að setja sjókvíeldi hér í Eyjafjörð. En hvaðan koma þær mælingar? Frá Noregi. Hvaðan í Noregi? Ég er ekki með skjölin fyrir fram að mig, Stefán, en ég skal senda þér að þegar ég finna það. Þið kannski sísið á okkur hinn. Við gerum þetta í gegnum Signal. Berglind. Já, þetta er alveg heit kartöfla, sérstaklega innan Sjálfstæðisflokksins, þar sem við erum svona flokkur atvinnulífsins og tækifærana, en við erum líka miklir áhugamenn stangveiði. Samt sem aður, já, ég meit, lagsveiðmenn. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er pingu tricky subject, en við bara því að Sunna segir upplýst umræða. Þá finnst mér bara lykilatriði að við látum svolítið vísindin ráða för og það hefur ekki verið framkvæmt burðarþol svo ég viti til og það hefur ekki verið gert opinbert allavega í Eyjafirði. Þannig að það gæti vel verið að það komi í ljós að þetta sé bara ekki gerlegt. Þá eru bara með gögnin upp á borðinu og þá er þetta bara af. Þannig að það væri langt skynsamlegast að leyfa þá vísindunum að tala. En ef það er gerlegt og það er allt sem bendir til þess að það sé gerlegt með reynsluna frá fyrrnefndu svæðum? Algjörlega, þá er það umræðan sem við þurfum að taka, hvort að þetta sé í sátt við atvinnulífið sem fyrir er, í sátt við íbúana sem hér eru og hvernig svo umræðan myndi þróast get ég bara eiginlega ekki séð fyrir það því að ég er ekki með vísindalegu forsendurinn að baka mig. Óðinn. Finnst þessi umræða svolítið vera svolítið svona polariserið þó að það sé hundleiðilegt orð, þetta er annarkvort mun allt hér fara til helvítis ef við setjum þetta þarna eða allt verða bara frábært. Ég er almennt séð á móti boðum og bönnum, þannig að ég er ekkert voðalega hrifinn af því að friða fjörðin og útiloka þetta að eilífu. Þannig að ég er svona frekar opinn fyrir þessu, en það þarf auðvitað að vera þannig að náttúran njóti vafans og það er einhverja sannfæra mig að þetta sé í lagi og það þarf ekki Janna og ekki þú, Stefán, en einhver þarna einhver staðar rétt mitt á milli sem sannfæra mig að þetta sé snill, þá er ég til í það. Ég er bara algjörlega hlutlaus í þessu máli. Já, ég veit. Já, ég er nú hissa á að Stefán skulle ekki draga upp bókun frá síðasta kjörtíðanbili þar sem hann býr sér nú yfirlt vel undir fundi, þar sem að meiri hluti bæjarstjórnar bókaði það að fjörðurinn yrði friðaður og svo bókun stendur alveg enn sem var til þess að Kristján Þór setti þetta alveg á hold, hreyfði ekki við málinu og við fengum nýja ráðherra til okkar daginn, Hönnu og hún saðist að heldur ekki allar hreyfa við þessu á meðan að íbúar hér í firðinum kæmu sér ekki saman hvernig þetta ætti að vera. Og íbúar hér eru bara, ég veit ekki hvort er að 50 eða 80-20, ég held að það séu meiri hluti sem er á móti þessu. Þegar við förum utar í fjörðin þá er kannski meiri hluti með þessu og þið vitið það jafnvel og ég að það var nú haldinn fundur á Siglufirði þessi mál og vildu fá eldi og töluðum að setja það í minni Siglufjarðar. En svo kemur í ljós að þeir ætla að færa það alveg að Hrísey og það lokar fyrir skemmtiferðaskipin, við höfum engan á því, við viljum frekka fá skemmtiferðaskipin þó að þau mengi eitthvað annað eða ekki og sko ég held að setja þetta á land, bara svo ég komið aðeins inn á það líka að þú hafði mikið á Norðurorku að við eigum ekki eins og sagðir á endalasta heituvatni og að fá landeldi. Það er spurning, hvort viljum við setja vatnið í fólk eða fiska? Þannig að við þurfum aðeins líka að velja þarna. Herragarðurinn klæðir þig vel. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðuviðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókað tíma hjá poulsen.is.
Bara þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Þú getur meira með símanum. Þegar ég kom hérna inn í kvöld að þá hitti ég gamla vinn sem að sagði mér að þetta er algjörlega vonlaust, það væri svo gott að búa hérna og þið eruð öll sammála alla hluti, Lúli að tala þig og hérna en gaf mér sér eitt gott ráð sko, en ef þú vilt hleypa þessu upp þá skaltu minnast á keppnislaug. Hvað er þetta að tala? En þess að ég allir beinlins að beða ykkur að fara alveg sko beint þar inn, en þá að því að þið voru nú hér í upphafi mörg hver að tala einmitt bara sko mannlífi hérna og hvernig undar að fóstra það til þess að halda í fólki eða draga það hingað og skapa betra mannlíf. Hefðu átt að láta þið keppa í 100 metra skriðsundi? Já, jafnvel. En þið standi frammi fyrir hérna stórum spurningum einmitt það, bara eins og varðandi sko, sundlaug eða íþróttahús og ég sá daginn að hérna, skíðafélagið það vil bara fá hlíðarfjall og ég meina, eru svona opsjónir hérna mögulegri stöðinni og hvert viljið þið helst fara núna á næsta kjörtímabili, svona að þú vildir byrja? Já, við erum reyndar nýbúin að skrifa undir samkomulag við Íþróttafélagið Þór að fara í uppbyggingu þar og við erum líka að klára uppbyggingu á Káasvæði og í mínum huga þá höfum við ekki fjármagn til að gera meira á næsta kjörtímabili en við þurfum að fara að endurskoða aðalskipulagið og þá þurfum við að fara í staðarvalsgreiningu á sundlaug af því annars held ég hún verði aldrei að veruleika eða fer ekki inn í næsta aðalskipulag. En mér heyrir samt að margir listar hérna ætla að gera ofboðslega mikið í mannvirkjum á hérna kjörtímabilinu og það verður fróðlegt að heyra. Sindri, ætla þú að byggja og... Synda inn í kjörtímabili? Nei, sko við höfum verið alveg skýr í okkar nálgum með þetta mál. Það liggur nú fyrir að það er búið að skuldbinda bæinn til að gera nánast með allt hans framkvæmdafé í íþróttamál út þetta komandi kjörtímabil. Það liggur bara fyrir. Og meirihlutinn sem er núna hérna er við völd, hann er búinn að binda svo hnútana. Og það er ekkert, við sjálfur sér athugasemdavert við það, svo þörf er alveg til staðar og það á að reynsa núna myndarlegt fjölnota íþróttahús sem verður þá sennilega flottasta íþróttahúsið í bænum á Þórssvæðinu, en það á jafnframt að halda áfram með þessar framkvæmdir hjá Káa og klára þær og klára þá stúpkubygginguna og félagsaðstöðuna fyrir þau. Það sem við höfum hins vegar sagt í Samfylkinguna Akureyri er það að framkvæmdafé er eitt og svo er hægt að undirbúa og skipuleggja lengra fram í tíman. Þannig að það er hægt að, eins og Sunna segir, það er hægt að velja 50 metra innilaug til dæmis nýjan stað. Það er hægt að skipuleggja framkvæmdir í Hlíðarfjalli þegar þörfin er til staðar. Og það er hægt að gera fleira en við getum alveg leyft okkur að horfa lengra en bara eina framkvæmd í einu og skipulagt okkur. Jana. Já, hérna bara líkt og félagar mínu kom inn á varandi að þá er búið að skuldbinda okkur til næstu ára í uppbyggingu íþróttamannvirkja og hér fyrir nokkrum árum að runnin þverfagleg skýrsla milli íþróttafélaga og pólitíkurinnar varðandi forgangsröðun og uppbyggingu íþróttamannvirkja. Þar var sundlaugin inni en hérna færð aftar og við höfum í raun og veru ekki ennþá farið í þá staðarvalsgreiningu eða þannig undirbúning sem þarf af því við höfum ekki hugmynd hvað við ætlum að koma þessari sundlaug fyrir. Hún kemst ekki lengur við hliðina á sundlauginni af því að einhverja gamlar syndir þegar var byggð vaxtarakt þar. Kapitalismin í sinni skýrustu mynd. Kapitalismin í sinni skýrustu mynd, Stefán, og veist að ég vil knésetja kapitalistan. Þetta er bitni í world class að kenna. Nei, en þá er þetta nú ekki world class. En þannig að við höfum svolítið bara dregið lappirnar hvað þetta varðar. Við erum ekki sinna skólasundskildunni okkar, við erum ekki að ná að anna henni einu sinni. Þannig að sundlaugin okkar er bara svolítið sprungin og þetta er ekki bara íþróttamannvirki, heldur er þetta skólamannvirki og bara fyrir almenna lýðheilsu bæjarbúa. Þannig að við verðum að fara að koma þessu á kortið og hefja undirbúning svo við getum hafið framkvæmdir á þessu.
Já, íþróttamálin eru bara risastóri í þessum bæ og bara mjög jákvætt og við erum búin að verja miklu fyrir þessu kjörtímabili í uppbyggingu sem kallað hefur verið lengi eftir og það er bara jákvætt að við séum að veita myndulega í uppbyggingu fyrir bætta lýðheilsu íbúa. Það mun bara spara okkur kostnað seinna meir. En ég er mjög ánægð að nefni þessa fínu skýrslu sem við gerðum 2019 og það er oft talað að sundlaugin sé skilin eftir eða eitthvað slíkt og hún gerð 2019 og hún átti að gilda í 15 ár. Já, algjörlega, en það þýðir samt að hennar tíma er ekki lokið. Það er ennþá alveg 8 ár eftir af skýrslunni, þannig að það getur vel verið að það verður komin lög eftir 8 ár, það þýðir þá ekki að það sé einhvern veginn búið að fara fram hjá skýrslunni, þó svo að forgangsröðun hafi kannski mögulega hnikast eitthvað til. Já, en það má ekki gleyma því að flest framboð hér fyrir síðustu kosningar sögðu á framboðsfundi og Þór að þau ætluðu að sleppa því að vinna eftir þessari skýrslu. Þannig að það er kannski líka sá grunnur að ef við pólitíkinn tökum svona ákvörðun og mörkum okkur svona stefnu að við förum eftir henni. Já, algjörlega, en þannig var kannski metið að það væri hægt að hnika til fjármunum til þess að byrja fyrr einhvers staðar og reyna að koma hlutunum í verk og það var gert. Þannig að ég held að hvart enginn yfir því að hlutinni gerist aðeins og hratt. Þannig að það er bara vel að við fórum í þessa skýrslu. Við höfum hins vegar að tala um það, við höfum þá bara að halda áfram næsta vers. Jú, vissulega eigum við þá ennþá sundlaugin eftir þarna og það er Þórsvæði sem við erum búin að skuldbinda okkur að fara í. Þá er það bara að halda áfram að kalla eftir framtíðarsýn eins og þau nefndu Hlíðarfjall. Við höfum líka bara flottar hugmyndir á golfsvæðinu, flottar hugmyndir í skautahöllinni. Við höfum bara að halda áfram, við erum ekki að fara að stoppa núna. En hins vegar þarf þetta að vera skynsamleg uppbygging og þá bara tengd fjárhag bæjarins hverju sinni. Óðinn, eru þið að lofa 100 metra laug? Já, 200. Nei, þegar ég var plataður í að koma í pólitík og mér sagt þetta það er mikill hasar og læti og heitasta máli er staðarvalsgreining á sundlaug, þannig að ég get ímyndað ykkur vonbrigðin. Nei, en ég er að djóka. Þetta er alveg gaman. Ég er að segja Plataður í þetta, tóku eftir því. Já, plataður í þetta, rætt hann á eftir, en þetta snýst auðvitað það að það er búið að ákveða og búið að ráðstafa þessu. Auðvitað er ég bara mjög ánægð með að byggja þetta hús hjá Þór, klára þetta svæði á Káa og þar með er potturinn búinn fyrir 4 ár. Þannig að ég væri auðvitað vill í þessa sundlaug og ég er búinn að fara á alls konar fundi og hagsmunaaðilum sem eru með flottar hugmyndir. Ég væri til að gera þetta allt en það verður ekki gert meira á þessu kjörtímabili. En Óðinn, þú ætlar í golfvöllin, ég sá það í gær á samfélagsmiðlum. Ég var ekki á samfélagsmiðlum að tala um golfvöllin, en ég veist þetta heitur golfvöllin og áframhaldandi uppbygging á golfvöllin. Já, það er einmitt gott að skuli nefna þetta. Það var farið í samstarfi golfvöllin þessu ári sem ég finnst þessu kjörtímabili sem var gert á þann hátt að í staðinn fyrir að bærin byggja allt mannvirkið sem þeir fóru að stækka inniaðstöðuna, þá var þeim afhendur peningur og þeir fóru svolítið í það sjálfir. Með sjálfboðaliðum fengu til sín verktaka, þannig að þeir náðu að gera mannvirkið 3 sinnum ódýrara heldur en við höfum borgað. Þannig að mér finnst allt í lagi að halda slíku samstarfi áfram eða það er svigrúm til þess og mér finnst þeir gera þetta vel, þannig að við mögum gera meira svona. Þetta er algjörlega frábær golfvöllur, annar fallegasti golfvöllur á Íslandi og eftir Hamarsvell í Borgarnesi. En þegar þú hélst að pólitíkin gæti ekki orðið aggressífari, Óðinn, þá út frá íþróttamálunum langar mig til að vitna hérna í þig og við þurfum eiginlega að taka til afstöðunar eða fá fram afstöðin í þessum málum. Og ég vitna hér í skriðin, ég er alls ekki hrifinn af Káa. Ég hef oft pælt í þess að ég tel mig vera fullorðinn mann og ég á 3 börn, en þetta hatur á Káa er eitthvað sem ég hef gaman að. Mér finnst það hluti af þessu öllu. Þetta er inngróið í okkur. Mín upplifun er svo að Þór hatar Káa meira en Káa hatar Þór. Ég finnst fleiri Káa menn vera, ég vil að öllum gangi vel. Ég tengi lítið við það. Er ekki erfitt að vera í pólitík á Akureyri og hata helminginn af bæjarfélaginu? Góð spurning. Nei, þetta viðtal er 8 ára gamalt, þarna var ég formaður knattspyrnudeildar Þórs, mjög svona ungur graður formaður. Hlynur var mjög ósáttur við að ég skildi vitna, ég er í 30 ára gamlar ákvarðanir hjá Norður. Svo voru að grafa upp eitthvað 10 ára gamalt viðtal. Þið vitið ekki hvað býður ykkar. Það sem ég er auðvitað, svo ég fái nú aðeins að útskýra þetta er auðvitað líka í gamni sagt, það sem ég hef gaman að í kringum baráttuna milli Þórs og Káa er þessi rígur, það má alveg kalla það ríg eða hatur allt þetta. Það ýtir þessum félögum áfram í að ná árangri og ég held að það sé bara hollt að ég hati Gunnar Nella og hann mig þó að ég gera það ekki, við erum bara fínir vinnir en þið skiljið hvað ég meina. Ætlar að halda þig áfram fram að það sé ekki neinn spenna fólkinu því að taka þátt í pólitík á Akureyri? Nei, þú komst með hana. Já. Takk fyrir það. Heyrðum, Tindastóll var nú reyndar að vinna besta liði í körfunni í kvöld. Það þarf ekki að gefa hljómorð.
Ég ætlaði nú að horfa á leikinn á tímavélinni, þakka þér fyrir Stefán. Já. Hlynur, vildi þú ekki leggja orð þér í berg? Jó, ég held að það sé nú rétt að eini mann sem hefur eitthvað eitt á íþróttum hérna uppi, alveg þau. Erðu, hvað? Hérna, sko... Við erum með gammal kvóti í því hérna, Hlynur. Ég kefti frjálsum hjá áróðunum. Já, því Sindri var víst efnilegastur á Akureyri, þessi var aldrei var við það. En hérna, sorry Sindri, hérna, svo finnst mér mjög skrítið hvað þið hafið mikið ná á íþróttum svona með vaxtalagi á okkur, en það er nú annað mál. Sko, þetta íþróttahús verður að koma á Þórshæðinu, það er mjög einfalt. Og ég held að fólk þurfi bara að gera sér grein fyrir því að við erum búin að gera dálítið upp á milli þessara félaga, upp á þessara svæða í bænum. Við erum að byggja risasvæði Móahverfi sem Þór þarf að taka við. Þór hefur þurft að senda börnin sín meira og minna í inni íþróttir á brekkuna og það er bara komið að þessu íþróttahúsi og verið að rifja upp einhverja skýrslu sem var gerð sem var mjög léleg. Ég sagði þá á bæjarstjórnarfundi hún væri léleg og ég var fyrsti maður til að hendinni hennar þegar við tókum við nýr meirihluti. Vegna þess að hefðum við þar eftir þessari skýrslu þá væri ekki farið að gera neitt á Þórshæðinu ennþá og það hefði verið algjörlega glatað. Þessi sundlaug... Hún var samt alveg mikilvæg til þess að kalla frá framtíða sín frá félagurum, þannig að við höfðum eitthvað að Já, hún var bara til að vita hvað hún var fólk var bara að ekki biðja góð, um. hún var bara ekki góð Berglind og við eigum ekki Kostnaðar mati var ekki gott og allt það, ég bara ekkert þess Við eigum ekki að hengja okkur í eitthvað sem er lélegt. Nei, en þannig bara að fara í framkvæmdir og það var bara mikilvægt og það byggði á framtíða sín frá félagurum. Málið er það að ef við ætlum að hengja okkur í alla lélega hluti, þá verður bærinn aldrei góður, sko. Þannig að núna erum við að vinna mjög vel í íþróttamálunum og þessi sundlaug, mér finnst bara fólk vera að gefa fólki allt og mikið svona undir fóti með það að hún sé alveg að fara að koma. Hún er ekki að koma á kjörtímabili sem er að fara að koma núna framöndan og ekki á næsta. Vegna þess að íþróttahús Þórs verður bara við það að klárast á því kjörtímabili. Ekki næstu 8 árin? Ekki næstu 8 árin, ég þóra fullir það. Þú ringir í mig Stefán, þú verður nú 8 árin og ekki mikið fyrir þig. Hvað ætlar eiginlega að vera lengi að byggja þetta íþróttahús? Það er bara þannig. Ha? Ég mun muna þetta, þú verður komin alla 50 metrana í núverundalaug þegar að þessu kemur. Já, þetta er bara staðan og hlusta á Sindra þetta sé skýrti á Samfylkingunni, það er bara ekki rétt. Vegna þess að þau stóðu í pallborði í háskólanum, það sem að formaður Sundfélagsins spurði alveg hreint út, ætli að byggja 50 metra yfirbera keppnislaug á næsta kjörtímabili og það var svona já og nei spjöld. Það voru 2 sem sögðu já, annars var Jana, hún er að vísu búin að taka það fram að henni vera búið að byggja nóg hjá K.A. og Þór, það er bara hennar val. Hins vegar Sindri, en svo kannast henni ekki við neitt sem segir mig það, hann veit ekki alveg munin á já og nei og það er ekki gott eða úr til pólitík. Sindri, viltu bera það sakir? Mér langar það, takk. Hérna, þetta er sko, það er svo gaman að stundum að vera með Hlíni í þessum pallborðum sko, því hann fær svona alls konar, svona opinberra, hann er með svona alls konar hugmyndir heiminn svona sem kannski samrýmast ekki alveg okkur hinnum sko, því að þetta er náttúrulega bara ekki rétt eins og við fórum yfir í sjónvarpi alla landsmanna í gærkvöldi. Og eftir fundin líka. Já, við tókum stundum vel í hendur. Það er verið svolítið leiðilegt að hlusta á þetta. Og það er allir konur nóg að þessu sko, en ég ætla samt að reyna að bera mig sakir hérna, fyrir að fyrsta var þetta náttúrulega ekki í formaður Sundfélagsins. Það skulum hafa þá á hreinu. Þetta var starfsmaður Háskólans á Akureyri, þarna voru það byrju svona 7 að horfa á þetta pallborð og ég ætla bara að biðja þig núna, ef þú ætlar að halda áfram að halda þessu frammi, þá ætla ég bara að biðja að framvísa einhvers konar upptöku að þessu. Því að, þú veist, við skulum bara hætta að rífast þetta. Að þú hafi sagt já. Það er bara að biðja ykkur að framvísa. Að þú hafi sagt já. Vil ég framvísa þessari upptöku, því að ef þið gerir það, þá munið þið sjá. Íþróttir, þá byrjar þetta. Þá munið þið sjá að þarna var bara mjög óljóst hvað var spurt. Og ég skildi þessa spurningu, þannig viljið þið byggja sundlaug? Þannig var minn skilningur þessa spurningu. Og við skulum loka þessu núna því þetta er hundleiðileg umræða. Nei, Sindri, má ég bæta aðeins við, þetta er bara östuð. Fyrst vil ég fá Sindra til að svara því hver munurinn er á já og nei. Ég verð að horfa á Stelli Ólöfu aftur sko. Ég segi bara svo Vigdís Hauksdóttir sagði Márið, strax er teygjanlegt hugtak. En Jana, gjörðu svo vel. Má ég að spjarga Sindra á snörunni? Nei, þú mátt gera engin snara hér á ferðinni. Þá var spurt fyrst, viljið þið 50 metra yfir sundlaug og þá var allir búin að segja já og ég kalla fram á þessu kjörtímabili. Og þá segi ég nei.
Þið sjáu það, þetta hefur ekki verið alveg einfaldar aðstæður til að vera Ég hef ákveðið að lýsa sigurvera þessar umræðu, það Lúlli, hann hafði rétt fyrir sér. Og það kannski rétt að minna á í því sambandi að vítinu til að varast þau og það heilt sveitafélag sem ekki lengur til út á Sundlaug og það heitir Álftanes. En Janna, vilt þú bæta við þetta? Ég ætlaði bara að bæta við að ef að Hlynur hefði átt samtöl við fólk sem tengist til að mynda sundfélagin Óðni, þá myndan vita það að það ætlast enginn til þess að hér verði byggð sundlaug á næsta kjörtímabili. Það átta sig allir á því að þetta langtíma verkefni, þetta verkefni sem krefst undirbúnings og það verður ekkert hafist við byggingu á sundlaug bara á morgun. Ég ekki að fara út á Ráðhústorg og móka einhverja hólu og segja hér kemur sundlaug. Nei, vonandi verður sundlaugin ekki á Ráðhústorgi. Gott fólk. Nei, en ég bara tek þetta sem dæmi, þannig að það væri bara fínt ef þú myndir hætta að leggja fólki orð í munn og hætta að alhæfa það sem aðra að segja og einbytta þeirra þér og því. Af hverju eru þið alltaf að tala sundlaug? Nákvæmlega það sem við vorum að velta fyrir okkur. Ef þessu fundi skildi ljúka, þá... Hvað sem öðru líður, þá eigi þið Akureyringa frábæra sundlaug og ég hlakka til að skóplunum Andrisi niður trektina í fyrramálið og ég held því miður með við aldur og fyrir störf, ég muni aldrei sjá hann aftur. Heyrðu, en... Þetta sé að fara í flug. En þú verður með hausin og undan. Nú ætlum við að taka við spurningum úr sal ef einhverjar eru. Það er mega ekki lúta sundlauginni. Eru einhverjar spurningar hér? Við verðum eiginlega að fá þau til að koma hérna upp að því að við erum með mikrofónuna í snúru. Ekki að hætta við. Það er önnur spurning hér. Hvor ykkar sneggri upp? Já, komdu, hlaupandi. Þetta 50 metra laug hérna. Biðum ykkur að segja til nafns og spurningarnar eru stuttar, skýrar og skorinorðar. Gjörðu svo vel. Takk, Stefán. Komið í sæl, ég heiti Kristrún Lind Birgisdóttir, félagi Skíðafélaginu. Eru þið fylgjandi því að gera rekstrasamning við Skíðafélag Akureyrar? Engin auka fjárútlát, heldur bara mattsa meðgjöfuna sem að Akureyrarbær gefur nú þegar til Hlíðarfells. Já, ég ætla bara að svara þessu strax. Já. Já eða nei? Já eða nei, á línuna. Já. 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 Ætlið þið bara að segja já á þess að skoða þetta. Okay. Ég vil samt benda Kristín og fleirum að það ef þið krossið við öllu frambóð sem segja já, þá er kjörseðillinn ógildur. Bara, þetta er öryggisatriði. Þetta er mjög áhugaverð hugmynd sem ég heyrði fyrst af í dag og þyrftu nú að kynna mér aðeins betur. Ok, þetta var ekki einróma samstaða. Svo vel. Næsta spurning. Já, góða kvöldi. Ég heiti Steinun. Og mér langar að spyrja í sambandi við þjónustu aldraðra. Því að eins og allir vita þá var alveg ótalmargir aldraðir, heilsu litlir og get ekki verið heima hjá sér einir sem eru það. En mér langar að spyrja því að þjónustan við þá heyrir undir ykkur bæjarfulltrúa. Hvað hafið þið hugsað ykkur að bæta þjónustu við þá? Svo að þeir geti verið þá heima og verst á þjónustu sem þeir þurfa. Þið náðu þessu. Ég taka þetta? Nei, við skulum taka þetta svona með óreglulegri röð eða ekki. Óðinn, að því að þú ert komin á Facebook, þá svarar þú því fyrst. Þessi þjónusta er bara eitthvað sem við þurfum sífellt að vera með í endurskoðun og taka mið af því að bærinn okkar er að eldast og við þurfum bara að taka það alvarlega. Ég ætla ekki að fara að standa hérna og lofa einhverju sem ég hef ekki hundsvit á. Þetta er bara eitthvað sem ég þarf að kanna betur og er hérna með opinn hug fyrir því. Sindri, ert þú betur inn í þessu? Hvað viltu gera? Ég ætla nú bara að þakka til að byrja með Steinunni fyrir spurninguna því að okkur tókst að fara í gegnum heilan þátt á Ríkisútvarpinu sem var sýndur í gær. Hættu að tala um Ríkisútvarpið. Ég er að fara að hrósa þig, Stefán, að á þess að fara í gegnum heilan þátt á þess að nefna málumni aldraðra. Ég nefndi þau samt. Já, við þurfum að standa okkur miklu betur í að samþætta þessa þjónustu. Það getur ekki verið skilvirkt fyrir samfélagið okkar að ein manneskja mæti til að hjálpa öldruðum einstaklingi í sokkan á mótnana, fari svo og svo komi næsta manneskjan hálftíma síðar með morgunlyfin. Þetta bara getur ekki verið, þannig við þurfum að gera betur. Berglind. Já, Berglind.
Berglind er næst, við getum ekki fært þetta svona. Þetta góð ábendinga því þegar við erum bara frekar leiðandi í velferðartækni í þjónustu við eldri borgara og þetta mikilvægur málaflokkur og ég hef bara lagt mig í líma við það að koma vel inn í þessi mál og eiga samtöl við eldri borgara síðan að ég var nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins að því þetta bara skiptir máli. Eldri borgara þeir sem byggðu upp samfélagið og við að sinna sér þjónustu vel. Það eru verkefni í gangi að samþætta þjónustu og koma þjónustunni í eitt húsnæði, það þjónustu frá Akureyrarbæ og frá heilsugæslunni sem lykilatriði. Það bara lykilatriði að þessi aðilar vinni saman og tali saman til þess að einmitt við lokum á þessum flöskuhálsum að fólk veit ekki hvert að leita þegar það til dæmis að þurfa að fá ferliþjónustu eða ýmislegt annað, þetta á bara alltaf að vera á einum stað og það á líka bara við allt annað í þjónustu bæjarins að hlutin eiga að vera á einum stað en það eru margir aðrir þættir þjónustu eldri borgar sem við þurfum að huga að. Hjá okkur er þetta svona þríþætt, við erum að horfa á húsnæði og við erum að horfa á virkniúrræðin og svo þessa samþættingu þjónustunar. Þannig að við erum með bara mjög klír og mjög skýr loforð og áherslur í málum eldri borgara og ég bara hvet ykkur til að kynna ykkur það og bara koma á kosningarskrifstofuna og fá sér kaffi og ræða. Stopp. Engan áróður á kjörstað. Svona, hvernig vil Framsókn gera þetta? Já, við viljum fara í þessa samþættingu og lögðum til dæmis fram tillögu að fara í tilraunaverkefni Gott að eldast og það samtal fór eitthvað á stað en það stoppaði á því hver ætti að borga launin og við bara sættum okkur ekki við eitthvað svona computer says no og við ætlum bara í þetta verkefni á þessu kjörtímabili. Ef að Reykjavíkurborg getur samina heimaþjónustu og heimahjúkrun þá getum við það og við verðum að einfalda þetta kerfi fyrir eldri borgara að því að á næstu árum munu færri einstaklingar vera á bakvið hvern eldri borgara og nú á síðasta ári voru heilsueflandi heimsóknir lagðar niður og við viljum endurvekja þær aftur af því að annars getur bara verið einstaklingar út í samfélaginu sem enginn er að huga að. Þannig að við ætlum að klára þetta verkefni. Gott að eldast minnir á gott að elda eða gott í matinn og eldum rétt, eldumst rétt, er það ekki líka að hluta þessu? Já. Ok, Hlynur, verður fljótur. Ég var að hugsa Andrés sko. Óðinn, þú varst búinn, Hlynur. Við erum með gamalt kvót í Óðinn eldri borgaraþjónustuna. Það er nú einu sinni þannig að samspil ríkis og sveitafélagi fer aldrei vel saman og gengur yfirleitt alltaf illa. Þannig að eina lausnin við þessum málum er að setja þetta á annarkvort sveitafélagin eða ríkið til þess að verði hægt að sinna þessu almennilega. Jana. Já, við skiluðum nú hjúkrunarheimilunum fyrir nokkrum árum og ég held að þá höfum við svolítið glimt þessu málaflokk pínu. Það vantar á ýmislegt og sem kemur þá inn og eins og samþættingu þjónustuna sem er gríðarlega mikilvæg og að við bætum við þessi úrræði sem eru þó í boði en að það sé einfalt að sækja sér upplýsingar og við vitum hvar þjónustan það skiptir gríðarlega miklu máli. Það skiptir líka máli að þessi störukeppni milli ríkis og sveitafélaga einhvern veginn hætti af því að þetta er bara fólk út í samfélagin okkar sem lendir á milli. Við ætlum að fara í eina spurningu viðbót og svo förum við á barinn. Loka spurning, loka svar. Við erum með 2 spurningar hér, þetta nú dálítið jarðsprengjusvæði, Andrés. Ég var að taka þessa fyrst eða þessa hér? Byrjum hér á fremsta bekk. Já, það væri betra. Já, velkomin. Fyrsta lagi vildi ég sýna fram á það að ég kemst á sviðið. Ég er búin að missa 20 kíló á 3 árum sko. Thank you very much. Já, þú erum mér, mér langaði til þess að fá fyrst ég fekk þetta tækifæri til þess að spyrja ykkur en ekki vera spurð þá, ég er búin að glósa þetta fullt hjá mér hafið þið tekið afstöðu til samtals sameiningu sveitafélagana á Eyjafjarðarsvæðinu? Góð spurning. Má ég byrja? Afstöðu sameiningu hvort að það sé mikilvægt að því að já, vá, takk fyrir ég er svo vön að allir þekki mig bara allstaðar, fyrirgefðu, takk. Ég heiti Lovísa, oddviti Viðreisnar á Akureyri og bréfdúan mín dó á leiðinni einhvers staðar. Það eiga það til. Lovísa, varst að spyrja afstöðu okkar til sameiningar eða? Já, ok. Sko að sjálfsögðu ætti að sameina sveitafélögin, það bara engin vilji hjá hinum sveitafélögum til að sameinast Akureyri, því miður. Það bara staðreynd.
Já, þetta það sem ég heyri þegar ég spyr eldra fólk í flokknum og reyndara fólk að það hefur alltaf verið vilji hjá Akureyrarbæ til þess að sameinast sveitarfélögunum í kring. Tókum við þetta Hrísey og Grímsey inn til okkar. Þannig að ef það snýst þeim hugur þarna í hinum sveitarfélögunum þá það minn vilji persónlega að þetta eigi bara að vera helst eitt sveitarfélag allt í kringum okkur. Já, algjörlega. Ég held að við séum algjörlega á því að fara í sameiningar ef að sveitarfélögin í kring vilja það. Það bara mikið af þjónustu sem að Akureyrarbær að veita til handa litlu sveitarfélagina hérna í kring og það væri bara gríðarlega gagnlegt held ég líka fyrir þau að hafa aðgengi þá allir hinni þjónustu sem þau eru ekki þó að þiggja. Þannig að þetta bara eitthvað samtal sem að verður að eiga sér stað og kannski þarf að vera meira urgency í því. Ég átta mikið alveg á því að því ég hef ekki setið í bæjarstjórn en þetta bara eitthvað sem að skiptir máli að því að við viljum styrkja svæðið okkar og ég held bara saman þá séum við sterkari. Jana. Já, við tókum ekki Hrísey og Grímsey inn heldur við sameinuðumst þeim og þegar við erum að ræða, þegar nú erum við þegar fjölkjarna sveitarfélag og þegar við erum að ræða sameiningar og verðum við bara að passa okkur að gera það virðingu að því að við erum langstærsta sveitarfélagið og ég skilða bara alveg að litlu sveitarfélagin vilja ekki sameinast okkur en ég alveg ógeðslega til í það og mér langar að byggja það samtal bara að virðingu og trausti. Setri. Já, mér finnst nú mjög gaman að oddviti Sjálfstæðisflokksins og Akureyri sé farin að styðjast við kosningaslag og Samfylkingarinnar, saman erum við sterkari. Það var nú bara lítill út úr því að mér finnst við vera saman sterkari eru við saman og ég hlindur sameiningu sveitarfélagina á Eyjafirðinum og við botn Eyjafjarðar. Ég vil líka gera svolítið alvöru úr því að reyna að hefja þetta samtal að Akureyrarbær hafi frumkvæði að því að ræða við sveitarfélögin inn í kring. Það er alveg rétt sem Hlynur segir og fleiri, þú veist, maður skynjar lítinn vilja en maður veit ekki fyrir maður spyr. Þannig ég vil fara að spyrja þessara spurninga og hefja þetta samtal. Já, ég held að við ættum bara að byrja því að bæta samskiptin. Mér finnst stundum bara leiðileg umræða bæði þau og þau til okkar og við eigum að standa saman og vera að sækja tækifærin saman og stundum umræðan pínu eins og litlu sveitarfélögin sem einhver afætur á okkur en við megum heldur ekki gleyma að við erum þjónustu bæri eða borg og við þurfum líka á þeim að halda. Þannig að við eigum bara að standa saman sem samfélag og ég veit ekki hvort að umræða sameiningu sé að fara að hleypa okkur eitthvað en við verðum að bæta samskiptin og fara að vinna betur saman. Við höfum verið í samtölum við oddvita frambjóðendur í hinnu sveitarfélögunum sem að þið talið hér og ég get bara sagt við ykkur að þið geti glemt hugmyndinni. En samt sem að það er mjög ánægilegt að sjá að það er fullkomin samstæða hér við borðið friðsamlega útþenslustefnu Akureyrar. En kannski áhyggjuefni samt að okkur blæði út í sveitirnar í kring. Og við þurfum aðeins að fara að huga því hvað við erum að gera sem veldur því að við sem að missa íbúana. Já, förum ekki nánar yfir það hér í kvöld. Þessi fundur farin að dragast á langinn, hefur verið afskaplega ánægilegt samtal fjölbreytt verkefni í þessu stóra og mikilvæga sveitarfélagi sem að margir horfa til að sjálfsögðum. Það styttist stóðum í kosningarnar 16. maí. Það eru ekki einu kosningar ársins eins og við Andrés erum óþreytandi á að minna á. Við förum ekki sumarfrí fyrr en í fyrsta lagi 30. ágúst en það nú annað mál. Við þökkum fyrir samveruna hér, minnum á Morgunblaðið og það verkefni sem við sinnum alla daga og við gert frá því í byrjun nóvember 1913. Ég reyndar ekki alveg frá upphafi en Andrés aðeins lengur og við höldum uppi efnislegri umræðu sveitarfélögin allt í kringu landið. Þegar allt er talið þá höfum við í lok þessara baráttu heimsótt 37 sveitarfélög það ekki. Það er kosið í 50 sveitarfélögum listakosningu en sveitarfélögin eru 62. Við reynum að dekka þetta allt og ég veit að þið fylgist með þessu sem áskrifendur á Morgunblaðinu. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa stuðning ykkar í þeim efnum. Þegar þið vaknaði á mótana og opnið mbl.is eða lesið blaðið að þá er það vegna ykkar stuðning sem að við getum haldið út í þeirri fréttaþjónustu. Ég vildi nota tækifærið til að benda á það eins og ég myndist á hér í upphafi að
umræðan sveitarstjórnarmál í sko öðrum sveitarfélögum og hún bara getur ofta átt erindi við okkur og við þekkjum það líka sveitarstjórnarmenn eru náttúrulega að tala saman og að læra hver af öðrum og það verið að gera tilraunir eitt og annað hér og annað þar og mun að reyna að læra því öllu og kjósendur hafa ekkert minna að læra það heldur en fólki sem hér stendur og býður sig fram. En einmitt þessna held ég að fjölmiðlar eins og Morgunblaðið skipti máli þar sem þið getið kynnt ykkur þetta bæði í blaðinu á mbl.is og þarna sjáu þið á borðinu hjá okkur eru bláir miðar þar sem þið getið notað QR-kóðan til þess að fá vikupassa Viku áskrift að öllu efni Morgunblaðsins, dagmálum, blaðinu sjálfu sem að kemur auðvitað út dag hvern og þá markaðssetningu okkar lokið hvað þetta varðar, það ekki? Ég meina við erum frábær og við viljum að þið vitið það öll. Og það mjög mikilvægt að þið skiljið það. En Hlynur Jóhannsson, Óðinn Svan, Berglind Ósk, Jana Salome, Sindri og Sunna Hlín, við þökkum ykkur fyrir samtalið í kvöld og við óskum ykkur öllum góðs gengis í baráttunum framundan. Það frábært að kjósendur hér á Akureyri hafi úr svo góðum hópi að velja þann 16. maí. Takk.